Ágætu bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Þá setjum við hér fund bæjarstjórnar Grindavíkur sem haldið hér í bæjarstjórnarsal þriðjudaginn 24. apríl og hefst það núna klukkan 17:00. Fyrsta mál, ársuppgjör 2017, Grindavíkurbæjar og stofnanir. Ársreikningur Grindavíkurbæjar og stofnanir fyrir árið 2017 er lagður fram til fyrir umræðu. Hjá okkur er Lilja Karlsdóttir, endurskoðandi KPMG, velkomin. Og er ekki ágætt að þú komið bara hér upp og farið kannski yfir skýrsluna og svara þá spurningum sem bæjarfulltrúar og aðrir hafa? Gjörðu svo vel, Lilja. Góðan daginn. Já, ágætt bæjarfulltrúar. Já, ég held að sé best að fara bara yfir skýrsluna svona í skref fyrir skref og endilega spyrjið jafnóðum ef þið hafið einhverjar spurningar. Það vinnst best þannig að koma því allir til skila. Þetta er bara hefðbundin inngangur hérna. Bara hérna aftur áfram Jón og efnisyfirlit og hérna er bara svona aðeins varðandi okkur og okkar nálgun, hvernig við endurskoðum og annað. Og hérna eru helstu niðurstöður úr endurskoðuninni. Endurskoðun snýst að því, hún er áhættumiðuð og við þurfum að setja okkur svokölluð mikilvægismörk. Hvar við ætlum að draga mörkin, við getum ekki skoðað allt, heldur þurfum að setja okkur eitthvað svona markmið. Og þau miðast við 85 milljónir hjá ykkur, sem eru 3% af áætluðum heildartekjum. Og svo greinum við frá skekkjum sem eru yfir 4 milljónir króna. Og niðurstaða að skoðun okkar leiddi í ljós að það eru engir mismunir, hvorki leiðréttir né óleiðréttir. Já, kannski við förum hérna vinstra megin áslýri endurskoðun. Það beinast helst að innra eftirlit og fjárhagskerfi. Það er svona aðalega það sem við skoðum. Svo er stjórnsýsluskoðun sem er lögbundin. Svo þetta var stórt mál núna, það var uppgjöru við Brú lífeyrissjóð. Og svo eru svona önnur mál sem við fjöllum meira nánar í skýrslunni. Já, við förum aftur hérna hægra megin, veikleikar í innra eftirliti. Að við skoðun okkar á innra eftirliti kom ekki fram verulegir veikleikar, en við höfum komið á framfæri ábendingum um veikleika í innra eftirliti sem teljast ekki verulegir en eru tækifæri til úrbóta. Og varðandi stjórnsýsluskoðunina, þá höfum við í sérstakri skýrslu til stjórnenda komið á framfæri ýmsum ábendingum í kjölfar skoðunarinnar. Og á þessum tímapunkti eru nokkur óafgreidd mál af því að ársreikningurinn er lagður fram til fyrri umræðu núna og við seinni umræðu þá eru þessi mál kláruð. Áritun endurskoðanda, staðfestingarbréf stjórnenda og afgreiðsla áritun bæjarstjórnar. Næstu síðu. Nei, farðu aðeins tilbaka. Nei, svona, stopp. Svona mun áritun okkar líti út. Við svo sem höfum ekki lokið okkar vinnu að fullu. En þannig að ef ekkert kemur upp og þá verður þessi áritun birt með í endanlegri útgáfu ársreikningsins við seinni umræðu. Nú máttu fletta. Innra eftirlit á fjárhagskerfi. Eins og ég sagði áðan þá kom ekki fram neini verulegi veikleikar í innra eftirliti. Þetta er svona umfjöllun aðeins það hvað við höfum gert. Ég held að sé ekki ástæða til að fara sérstaklega í þetta. Næsta. Þarna segjum við, já, nei, farið tilbaka, svona, stopp. Þarna segjum við bara nákvæmlega hvað við höfum verið að gera. Við skoðum virkni eftirlits með færslum og lokafærslum og hvort það séu einhverjar breytingar á aðferðum og forsendum við reikningshaldislegt mat, sem niðurfærslur og fleira. Og færslur sem er ekki hluti af hefðbundinni starfsemi, sem í þetta ári núna var það uppgjöru við Brú, sem var svona öðruvísi. Og leitum að sviksemisfærslum með sjálfvirkum aðgerðum og gagnagreiningum. Notum sérstakt forrit til þess að greina það. Og niðurstaða okkar er svo að enga vísbendingar komum fram sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti. Þannig að það er bara svoleiðis. Stjórnsýsluskoðunin, þá er svona aðeins umfjöllun það. Niðurstaðan er svo að það var bent á það að gjaldskrá slökkviliðs Grindavíkur uppfyllti ekki kröfur laga, þar sem ekki komur fram fjárhæðir í gjaldskráni sem var birt. Nú þegar hefur verið brugðist við ábendingunni og var hún birt í stjórnartíðindum í febrúar 2018. Og svo munum við fylgja þessu, þetta var svona helstu ábendingarnar, og munum fylgja því eftir við endurskoðunarvinnu næsta árs.
Uppgjör við Brú lífeyrissjóð. Þessi texti er nánar samhljóða skýringu í ársreikningi. Þannig að ég ætla svo sem ekkert að lesa þetta alveg. Þetta hérna, hvaða skýringar er þetta? Skýring 19. Er hann gjaldfærður árið 2017? Hluti á honum. Það er á næstu síðu sem við förum yfir það. Þetta er bara svona almennt þetta uppgjör og ferð á næstu síðu, Jón. Þá kemur fram að þetta voru svo 241 miljón sem að Grindavík bara greiða og skiptir svona 69 miljónir í jafnvægissjóð, 155 í lífeyrisaukasjóð og 17 miljónir í varúðarsjóð. Og árinu 2017 eru 72 miljónir gjaldfærðar samkvæmt áliti reikningsskilanefndar sem að sagði að það þyrfti að gjaldfæra frá hluta af þessu. Já. Gjaldfærslan í ársreikningi er 74 miljónir. Það er bætti við skuldbindingu vegna SSS. Já. Þannig að þetta er bara bein skuldbinding bæjarins en síðan kemur SSS viðbótar þannig að það er 74 miljónir. Já, ok. Einhverjar frekar spurningar varðandi þetta. Og bara næstu. Þá er hérna bara svona önnur atriði sem við fórum yfir í okkar endurskoðun. Og hérna, það er þetta stærsta eigningar eru þetta í varanlegum rekstrarfjármunum. Það er eins og við hefur áður verið. Endurmat lóða og lendna nam 204 miljónum á árinu 2017. Og svo eigið þið 115 miljónir í stofnframlögum til samstarfsverkefna og eignarhlutum. Næstu síðu. Óinnheimtar tekjur. Það var smá breyting í ársreikningnum. Þetta hefur alltaf verið hingað til, hafa kröfurnar verið óinnheimtar skatttekjur og svo aðrar skammtímakröfur. Þannig að óinnheimtar þjónustutekjur, leikskólagjöld og annað, hafa fallið með öðrum skammtímakröfum en ekki. En nú er bara að breyta þessu. Nú er þetta bara óinnheimtar tekjur sem er þá bæði skatttekjur og þjónustutekjur. Þannig að það var svona smá breyting ef þið skoðið hérna í ársreikningnum. Ef þið myndu bera saman við ársreikning 2016 eða væri með hann, þá sæðu það er tilfærsla á milli liða. Þannig að þetta gefur gleggri mynd. Við erum að sýna bara hvað tekjurnar eru. Eða hvað er ónefnt að tekjunum. Og þær voru 411 miljónir í árslok 2017 sem voru 302 2016. Og þetta því að tekjurnar auðvitað aukast, þá er eðlilegt að ónefndar tekjur þá í árslok aukist. Það helst oftast í hendur. Niðurfærsla krafna er 50. Óbein niðurfærsla krafna er 84 miljónir sem er nánast sama fjárhæð árslok 2016. Og þaraf eru skatttekjur 53 miljónir. Og þetta er ekki endalega afskrift, heldur bara svona varúða niðurfærsla til þess að mæta því sem að kann að tapast. Lífeyrisskuldbindingin, hún var 599 miljónir í árslok 2017 og var nettóbreytingin á henni 16 miljónir, eins og sjá má í skýringu 14 í ársreikningi. Næsta. Langtímaskuldir, vaxtabærandi langtímaskuldir, 729 miljónir. Og þar af þetta stór hluta því er þetta HS Orku lánið fyrir fram greiðslan sem er 522 miljónir. Því er þetta HS Orku. Svo var fyrirspurn. Nei, þú kom svo fyrirspurnum út Já. Okay. Þannig að kemur það skýrt fram í skýringu 15 í ársreikningnum. Það var fjallað ítarlega þetta. Aðrar skammtímaskuldir. Það eru 431 miljónir í árslok 2017 og voru 236 árið áður og skýrist hækkunin annars vegar skammtímaskuld vegna uppgjörs við lífeyrissjóðinn Brú sem er þó 72 miljónir, eða 74 sem Jón benti á. Og hins vegar af meiri ógreiddum framkvæmdakostnaði í árslok 2017 heldur en var í árslok 2016. Næsta.
skuldbindingar utan efnahags, sveitarfélagar ásamt öðrum sveitarfélagum á Suðurnesjum, aðalega 2 samstarfsverkefnum, eins og sjá má í skýringu 17 í ársreikningi, og bera sveitarfélögin hlutfallslega ábyrgð á skuldum og skuldbindingum þessara verkefna miðað við íbúatölu. Svo einnig í skýringu 17 fjallað ábyrgðir sem sveitarfélögin gengist í, sem þá þetta ofangreint. Samkvæmt reglugerð númer 1212/2015 skulu sveitarfélög árlega búa ábyrgð á skuldbindingayfirlit og skal það staðfest samhliða staðfestingu ársreiknings hvers árs. Nú man ég ekki, Jón, varstu búin að stilla þessu eitthvað upp? Nei. Þannig að við viljum bara vekja athygli ykkar á þessum skyldum, að þetta liggi fyrir, að sé þekkt á hverjum tíma í hvað skuldbindingu sveitarfélagið er. Og varðandi framsetningu ársreiknings, þá höfum við kannað að fylgt hafi verið viðurkenndu reikningsskilaferðum og við höfum ekkert við það, út á það að sitja. Þá erum við komin í tekjuhliðina, eða semst í rekstrarhliðina, að skatttekjur nema 83% af heildartekjunum og við skoðum gögn frá Jöfnunarsjóði og Fjársýslu ríkisins og staðfestum að þetta sé rétt fært í ársreikningi. Og aðra tekjur 17% af heildartekjum. Og við endurskoðun annarra tekna, það eru meðal annars greiningaraðgerðir, staðfestingar við undirliggjandi gögn og yfirferð með stjórnendum og heilsu frávikum frá fjárhagsáætlun og samanburði við fyrra ár. Það er þannig sem við endurskoðum það. Og laun og launatengd gjöld, það er stærsti gjaldaliðurinn og nemur hann 54% af heildartekjunum. Og annar rekstrakostnaður nemur hann 30% af heildartekjum. Og er svona aðeins farið yfir hvernig við endurskoðum það. Það er næsta. Þessi mynd sýnir rekstrarreikning A-hluta og það er upphafleg fjárhagsáætlun sem að gerði ráð fyrir rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 121 milljón, áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 93 milljónum, en svo segir ársreikningurinn að endanleg niðurstöða hafi verið 248 milljónir. Og svo sjáum við samanburðardálk, frávik í prósentum. Og þá sjáum við að framlög Jöfnunarsjóðs eru 26% herri heldur en upphafleg fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Og aðra tekjur 33%. En kostnaður svona, ekkert svo langt frá áætlun. Næsta, er A og B hluti. Þá gerði upphaflega fjárhagsáætlun ráð fyrir rekstrarafgangi að fjárhæð 137 milljónir, áætlun með viðaukum 108, en endanleg niðurstaða var 291 milljón fyrirgefið. Þannig að þetta er sömu hlutföll og hinum einn, það endurspeglast alveg. Þetta er aðalega í tekjunum sem eru talsvert hærri en var ráð fyrir. Þið eru venjulega varfærin í tekjuáætlun sem er bara gott. Það er alltaf betra að vera aðeins varfærin þar heldur en að vera að taka ykkur að sénsa í því. Má ég spyrja eitthvað spurningar? Endilega. Aðra tekjur eru 536 milljónir, Já. En óinnheimtar tekjur er 236 milljónir. Já, það er bæði skatttekjurnar og, óinnheimtar tekjur eru bæði skatttekjur og þjónustutekjur. Skatttekjurnar voru 175 milljónir, sko. Þú veist, greindir það úr 411 milljónum, skatttekjurnar 175 milljónir. Það skil ég ekki alveg. Það er án þjónustu og skatttekjur? Já, það eru óinnheimtar tekjur, eru bæði þjónustutekjur og skatttekjur. Já, skatttekjurnar eru 175 milljónir. Hvar ertu með það? Það er síðan 13. Frá síðu 13, já, fyrir að tilbaka. Nú býtum við aðeins með, Já. með hafa svona það svona. Já, 236, já. En aðra tekjur eru... Já, heildartekjufærslan 536. Já, ég veit að eitthvað svona eldra en er ekki svolítið hátt. Það var svolítið mikið af gatnagerðargjöldum óinnheimt þarna í árslok. Þetta er helmingur. Já. Ég skal bara skoða þetta og sendi ykkur bara hvað þetta er, í hverju þetta liggur. Ég man það ekki í svipinn.
Við fara á blaðsíðu 19. Þessi glæra sýnir sem sagt samanburð á fjárfestingu við fjárfestinga áætlun og raun fjárfesting ársins í A-hluta var 57,6 milljónir en fjárfestinga áætlun með viðaukan gerir ráð fyrir 302 og uppálega áætlun gerir ráð fyrir 223 milljónum. Þarna er þetta aðalega frestun á framkvæmdu við íþróttamannvirki sem var vist óhjákvæmileg vegna bara sem sagt aðstæðna í þjóðfélaginu, erfitt að fá menn í vinnu og góð tilboð, þannig að svo sem ekkert meira þetta að segja held ég. Þessi glæra sýnir þá B-hlutan og þar var gert ráð fyrir 288 milljónum í uppalegri áætlun og 303 með viðaukum en raun fjárfesting var 187 milljónir. Og það er mesta breytingin í Víðihlíð. Sem var frestun líka. Næsta. Þetta er rekstrarreikningur á B-hluta fyrir árin 2016 og 2017. Og þar sjáum við rekstrartekjur nema 3 milljörðum og 82 milljónum árin 2017 samanbyrðið 2 milljarðar 921 milljón árið áður sem er aukningum 7% milli ára. Og framleiða hlutfall ársins er 70% samanbyrðið 18% árið áður sem er bara í ágætis hlutfall með að við ykkar skuldahlutfall. Það þarf að horfa svolítið á það svo í samhengi. Efnahagsreikningurinn. Fjárfesting ársins var 245 milljónir eins og hún er búin að fara yfir og aðrar skammtímakröfur hækkuðu milli ára og stafar það aðalega af hækkun og endurkröfu hafnabótasjóð vegna hlutdeilda þeirra í kostnaði við hafnaframkvæmdir á árinu. Sjáum við að það fyrir sem aðrar skammtímakröfur fara úr rúmum 17 milljónum í 48 milljónir. Næstu síðu. Eigið fé var 7 milljarðar 668 milljónir krónur í árslok, samanborið 7 milljarðar 173 milljónir og skýrist breytingin annars vegar að jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 204 milljónir og hins vegar endurmati lóða og lendna 248 milljónir og er eiginfjárhlutfalli 81% í árslok. Sjóðstreymisyfirlitið. Veltufé frá rekstri nam 575 milljónum og handbært fé frá rekstri 600 milljónum. Við fjárfestingar, við vorum búin að fara yfir það og afborganir langtíma lána voru 9 milljónir og engin ný lán tekin árinu. Handbært fé sveitarfélagsins hækkaði 350 milljónir á árinu og var 1945 milljónir í árslok. En þarna notabenni á auðvitað eftir að gera upp brúarmálið á þessum tímapunkti. Þetta var ekki fyrir í árinu 2018. Svo er hérna farið yfir rekstur A-hlutastofnana og þar sjáum við að aðalsjóður er rekinn með halla upp á 123 milljónir en eignasjóður er með hagnað upp á 370 milljónir. Og svo er það B-hlutinn. Það var vatnsveita, frávita og hafnarsjóður. Það er allt rekið með rekstrarafgangi. Og svo er hérna Víðihlíð, það er tap þar upp á 2,2 milljónir og svo er hagnaður af félagslegum íbúðum á 926. Þannig að það er næsta. Þessi, ég myndi eiginlega vilja fara kannski bara á næstu síðu. Þetta er svona texti sem að fylgir í rauninni henni svolítið. Þessi tafla sýnir í rauninni fjárhagsáætlanir og þróun rekstrar og veltufjár frá rekstri til ársins 2021 í samræmi við samþykktar fjárhagsáætlun. Og þá sjáum við hérna rekstrarjöfnuð á 3 ára tímabili miðað við þetta, hann er bara nokkuð góður. Og veltufjár frá rekstri, það er nokkuð sterkt líka og svo afborganir. Þannig að greiðslu afgangur á hverju ári er sýndur þarna. Þá sjáum við hvað er hægt að nota til að fjárfesta. Og uppsafnaður greiðsluafgangur er svo í næsta. Þannig að samtals á þessu áætlunartímabili þá er uppsafnaður greiðsluafgangur 2 milljarðar
ef áætlanir ganga eftir. Það er auðvitað alltaf. Það er svo gert ráð fyrir fjárfestingum upp á 1728 milljónir á móti þessu. Þannig uppsafnaður greiðslu afgangur er þá 492 milljónir í lok áætlunartímabilsins. Og svo sjáum við hérna breytingarnar á skuldahlutfalli og skuldaviðmiði líka með þessar áætlanir. Og er ekki gert ráð fyrir neinum lántökum, eins og það komið fram líka. Hérna sjáum við þetta svona í stöplariti, rekstrarjöfnuðinn, þetta áætlunartímabil. Árin 2015, 16 og 17 eru rauntölur, en svo eru hitt áætlunartölunar. Framleiða hlutfallið, það var nokkuð sterkt 2016 og 17, svo gera áætlunir ráð fyrir að það lækki aðeins. Skuldir og skuldbindingar. Það er gert ráð fyrir aukningu þar, sem er þá í skammtíma liðum að því að það er ekki gert ráð fyrir neinni lántöku. Og skuldar hlutfalli, það er nú nokkuð svona bara beinlína nánast í kringu 60%. Svo næsta, skulda viðmiðið við rétt sjá og miða þarna 2018, 19 og 20, en annars er það neikvætt, sem er rauninni bara nokkuð jákvætt, verður að segja. Og næsta, það er eiginfjárhlutfalli, það er bara fastan í 80%. Öll árin. Ekki þar. Já, hérna er svo bara aðeins fjallað nánar endurskoðun mismuni, hvað í þeim felst. Og hérna og við höfum ekki orðið vör við neina mismuni ennþá. Og stjórnendur hafa staðfest að hérna samkvæmt þeirra mati hafi óleiðréttir mismuni óveruleg áhrif ársreikningin í heild sinni. Næsta. Hérna eru upplýsingar sem okkur ber að veita sem endurskoðendum til bæjarstjórnar og við höfum ekkert farið fram á sérstakar staðfestingar stjórnenda umfram þær sem koma fram í hefðbundnu staðfestingarbréfi sem verður áritað samhliða afgreiðslu ársreikningsins. Það koma ekki upp nein veruleg atriði vegna tengdra aðila í endurskoðun okkar. Við höfum greint stjórnendur frá öllum veiklingum í innra eftirliti sem voru áskynja og þá voru ekki verulega veiklingar eins og fórum yfir áðan. Og áritun ársreikningin mun verða fyrirvaralaus, kom ekki fram mikilvæg viðbótar upplýsingar sem geta haft áhrif á álit okkar. Og sviksemi eða grunur sviksemi, ekki hafa komið upp sviksemisvik eða grunur sviksemi eða hjá stjórnendum eða öðrum starfsmönnum í lykilstöðum og enga vísbendingar hafa komið upp að fari sjá svik við lög eða reglur hjá sveitarfélaginu. Og varðandi óhæðið, endurskoðunarteymið og aðrir hjá KPMG sem tengist endurskoðuninni, svo á KPMG EHF, hafa fylgt siðareglum óhæði og erum óháð sveitarfélaginu. Og reikningsskilaaðferðir. Í endurskoðun okkar höfum við metið hversu viðeigandi reikningsskilareglur, reikningshaldsslegt mat og skýringar eru í ársreikningi sveitarfélagsins. Og svo er hérna svona bara almenni fyrirvarar. Og varðandi hérna takmörkunina, svona það sem við viljum benda á. Að skýrslan er gerð á þeim grundvelli, hún er aðeins í þágu stjórnenda sveitarfélagsins. Það eru þó engar takmarkanir á frekari dreifingu skýrslunnar á okkar hálfu, en við samþykkjum ekki neina ábyrgð gagnvart þriðja aðila í tengslu við hana. Það eru frekari spurningar. Já, takk fyrir þetta, Lilja. Nú, orðið er laust. Ef það eru einhverjir sem að vilja tjá sig skýrsluna. Hún svaraði svo sem spurningu beint og það var allavega eina athugasemd sem að verði gerð þá grein fyrir. Er þetta ekki bara svona fyrir umræðu, gjörðu svo vel Ásrún. Viltu fá að spyrja þarna eða? Ég ætla bara að taka fyrir umræðu svo tökum við fyrir, er það ekki rétt? Ef rétt er þá áætlum við að sé bæjast. Gjörðu svo vel Guðmundur.
skuldi sem er selgt þetta vegna HS, hérna kaupan á HS standinu, hvað er þá heildarskuldi sveitarfélagsins? 200 og eitthvað milljónir og skuldahlutfallið er 40,1%. Það er þá úr hérna 57,1 niður í 4%. Og þetta eru eingöngu lán á höfninni með tæpa 60 milljónir þar og restin er síðan á félagslegum íbúðum og það er bara þessar tvær stofnanir sem að skulda lánastofnunum. Já. Orðið er laust eða fleiri spurningar. Þetta er nú allt mjög greinlegt og ítarlega unnið. Og ef það er ekki fleiri sem hafa hvað sér hljós að þá er hérna tillaga bókun. Og ég held sér rétt að líkt og áður að ég byrði Jón Þórisson fjármálastjóri að lesa við bókunna. Gjörðu svo vel, Jón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og Hjálmar sagði þá er ég hérna með tillögu bókun sem ég ætla að lesa með góðu leyfi frá honum. Og hún er svo: rekstrarniðurstaða A-hluta er afgangur af fjárhæð 248,2 milljónir. Áætlunin gerði ráð fyrir 93,2 milljónum í rekstrarafgang. Rekstrarniðurstaða í samanteknum reikningsskilum A- og B-hluta er 291,5 milljón en áætlun gerði ráð fyrir 108,7 milljónum í afgang. Helstu frávik í rekstri í samanteknum reikningsskilum A- og B-hluta. Útsvar og fasteignaskattur eru 51,4 milljónum hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Framlög jöfnunarsjóðs eru 115,6 milljónum króna hærri. Aðrar tekjur eru 22 milljónum hærri en áætlun. Hvað varðar gjaldaliði, laun og launatengd gjöld í reglulegri starfsemi eru 14,3 milljónum undir áætlun. En á laun og launatengd gjöld eru gjaldfærðar líka þessi leiðrétting eða uppgjör við brú upp á 74,6 milljónir en við vorum ekki með það innan áætlunar. Þannig að laun og launatengd gjöld eru það bil 60 milljónum yfir áætlun eins og það birtist í ársreikningi. Breyting lífeyrisskuldbindingar við B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins er 0,5 milljón undir áætlun. Annar rekstrakostnaður er 17,8 milljónum lægri en áætlun gerði ráð fyrir en afskriftir eru 1,5 milljón yfir áætlun. En síðan eru fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 36,7 milljónum hagstæðari heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Heildareignir í samanteknum reikningsskilum A- og B-hluta eru 9.426,6 milljónir. Heildarskuldir og skuldbindingar eru 1.758,6 milljónir. Lífeyrisskuldbindingar 599,4 milljónir og þar af er næsta árs greiðsla áætluð upp á 27,6 milljónir. Langtímaskuldir við fjármálastofnanir eru 206,8 milljónir og þar af eru næsta árs afborganir 8,6 milljónir króna. Og eigið fé í samanteknum reikningsskilum er 7.668 milljónir króna og er eigin fjárhlutfall 81,3%. Skuldahlutfall A- og B-hluta samkvæmt öðrum töluð 64. greinar sveitarstjórnarlaga nemur 57,1% af reglum tekjum. Ef undanskilin er þessi skuld við HS Orku upp á 521,6 milljónir þá væri skuldahlutfallið 40,1%. Nú skuldaviðmið samkvæmt 14. grein reglugerðar númer 502 frá 2012 er negatíft bæði í A- og B-hluta. Það sem hreint veltufé er hærra heldur en heildarskuldir að teknu tilliti til frádráttar vegna lífeyrisskuldbindingar. Rekstur í samanteknum reikningsskilum A- og B-hluta skilaði 575,3 milljónum króna í veltufé frá rekstri sem er 18,7% af heildartekjum en áætlun gerði ráð fyrir veltufé upp á 388,4 milljónir. Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum í samanteknum reikningsskilum A- og B nam á árinu 2017 244,6 milljónum króna
en áætlun gerði ráð fyrir 605,8 milljónum. Á árinu voru engin ný lán tekin en afborganir langtímalána voru 8,6 milljónir. Og handbært fé hækkaði á árinu um 349,6 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir lækkun af fjárhæð 259,9 milljónum. Og handbært fé í árslok 2017 var 1.945 milljónir króna. Takk. Takk fyrir þetta, Jón. Heljarna bókun, nú orðið laust. Nú ef enginn hvert sér ljóð, þá, já, Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að lýsa yfir ánægði með ársreikninginn. Hann lítur mjög vel út og það er ánægilegt að sjá að við erum ekki að vanáætla þegar við erum að vinna þessa vinnu, en það er fjárhagsáætlun alltaf áætlun. Fólk kann kannski spyrja sig að það er svolítill afgangur og ég held að sé mjög gott að við séum að mynda sem afgang, því að það er eftir að koma inn mannvirki í rekstur eins og íþróttahúsið. Það stendur til að byggja mögulega við hópskóla og svo þurfum við að bæta við leikskóla eftir því sem að fjölgar í bænum, og þá er mjög gott að við séum með borð fyrir báru. Þannig að ég ætla bara að lýsa yfir ánægði með það að þetta lítur svona út og við megum vel við una í Grindavík með þessa niðurstöðu. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið laust, en eins og formaður bæjarráðs kom hérna inn á, þá held ég við getum verið stolt af þessum tölum og bjart framönda hjá okkur. Við erum sveitafélag sem getur tekist á við ýmis vandamál sem að oft poppa upp og við höfum svo sem kynnst. En miðað við þessar tölur og stöðu bæjarsjóðs, þá erum við með baki það að mæta nánast hverju sem er. En það er gott að fara vel með og ekki ofáætla tekjurnar, það hefur sýnt sig, og ég held að allir bæjarfulltrúar og starfsmenn Grindavíkurbæjar getur verið ánægðir með þessa stöðu. Ef enginn hefur hvassi hljós, þá berum við þetta til atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja ársreikning Grindavíkurbæjar og stofnun hans fyrir 2017 fyrir umræða. Hvað segirðu? Vísa til síðar umræðu. Þeir sem eru sammála því, gjörðu svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Þá er ekkert annað en að fara bara í næsta mál. Það er Víkurbraut 20, það er umsókn um byggingarleyfi. Nú eins og oft áður, fyrirgefðu Lilja Karlsdóttir, ég vildi þakka þér fyrir komuna og útskýringuna á reikningnum. Ég held að það sé lokið þar. En það er umsókn um byggingarleyfi og eins og oft áður, Ármann Halldórsson, sviðsstjóri, er hérna til skrafs og ráðgerðar ef einhverju spurningur um þetta, en þetta er erindi frá Þórkollu. Lagt fram í erindinu óskað eftir byggingarleyfi fyrir breytingum á Víkurbraut 20. Breytingarnar fela í sér að þak við bílskúr verði hækkaður. Erindinu fylgja teikningar unnar af tækniþjónustu SA. En skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að byggingaráformið verði samþykkt með fyrirvara um að stækkunin sé innan nýtingarhlutfalls og að grenndarkynnt verði fyrir eigendum Víkurbrautar 18. Orðið er laust. Páll, Jóhann, gjörðu svo vel. Er þetta sjálfstæða bílskúr? Svona í baklóði? Jú, þetta það nýtingarhlutfall er flatamál, lóðarbyggt með
netto flatarmáli mannvirkisins og það er skilgreint í skipulagi sem ákveðin partur. En nýtingarhlutfall tekur til allra mannvirkja á alltaf lóðinni sko, ekki bara hússins. En það er ekki heimilt að breyta skráningu á bílskúrnum í bókspil. Er þetta heil hæð ofan? Já. Ég velti fyrir mig með gatnagerðargjöld sko. Já. Þegar það var borgað eftir rúmmálið þegar þessi hús voru byggð. Já. Nú bætist alveg ein hæð en byggingarreiturinn stækkar ekki. Nei, nýtingarhlutfall er það Það sama. var engin fasteignagjöld. Fasteignagjöld, jú. Við rukkum nýtingarhlutfalls mismuninn. Það er eitthvað nýtingarhlutfall sem að mannvirki hefur í dag og svo er eitthvað max nýtingarhlutfall. Við rukkum bara mismuninn. Skiljið. Þannig að rúmmetrar skiptir ekki máli í þessu. Og salarhæð eins og undir 80 það er til eftir í nýtingarhlutfalls. En hækkar nýtingarhlutfallið nokkuð, ekki byggingarreiturinn stækkar ekki? Nei. En nýtingarhlutfallið stækkar? Nei, það er bara það sama, skilgreint í skipulagi sem 0,4 eða eitthvað. Það er sérst útkoman frá flatarmáli lóðarinnar deilt með netto flatarmáli mannvirkisins heild. Já, þannig að það er 0,4 má ekki fara upp fyrir það. Þannig að það er engin fasteignagjöld sem bætast við. Jú. Það verða gatnagerðargjöld sem að Byggingarreiturinn stækkar ekki? Nei, það er sérst skilgreiningur á því hvað þú mátt hafa mannvirking. Nýtingarhlutfallið er í rauninni magnið og þau eru náttúrulega innan byggingarreits vegna þess að þetta er náttúrulega bara viðbót ofan á. En það þarf að borga, ég þarf að við sendum reikning fyrir gatnagerðargjöldum. Húsið í dag er kannski sem 0,3 með nýtingarhlutfall, þá þarf hann að borga fyrir 0,1. Já, það er hæðirnar sem þetta er. Og formúlan er sérst flatarmál lóðarinnar og svo nýtingarhlutfall. Þú kemur reikningur. Það verður ekkert svaka há gatnagerðargjöld vegna þess að og hann verður líklegast innan nýtingarreits, nýtingarhlutfalls. En það er svolítið erfitt að segja til það núna vegna þess að við erum búin að gera skráningartöluna og þar sérðu hvað er birtflat. Svolítið svona tæknimál. Þannig að skiljanlega er það er líka mikil breyting náttúrulega. Ásýndin að breytast mikið. Gjörðu svo vel, Páll. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er svo sem ekkert annað en hægt en að fagna því að það sé verið að endurbyggja þessi hús þarna í gamla hverfinu. Og þessi bílskúr er ekki mikið aukna indi í dag. Þannig að ég fagna því að þarna skuli koma þarna skuli þá í rauninni koma bara reisulegt hús í stíl við húsið á lóðinni þar sem að íbúðarhúsið þar sem að það hefur verið tekið vel í gegn. Og það sem ég var í rauninni að spyrja um var fasteignagjöld því að það er ekki rúmmál lengur, það er nýtingarhlutfall og byggingarreitur, þannig að það ljótum að fagna því bara að við séum að þétta byggð án þess að það breyti svona stíl þarna í þessu gamla hverfi og við þurfum einmitt að vera vakandi fyrir því að þetta sé allt saman í þessu gamla stíl og falli vel inn í umhverfið. Takk fyrir það, Páll. Nú orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri sem hafa kastið hljóðs þá held ég tökum það til atkvæðagreiðslu. Það er að segja samþykkja það sem skipulagsnefndin leggur til að byggingaráform verði samþykkt með fyrirvarum að stækkun sé innan nýtingarhlutfalls og að grenndarkynnt verði fyrir eigendum Víkurbrautar 18. Þeir sem eru þessu samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Nú, mál númer 3, það er Austurvegur 24, umsókn byggingarleyfi. Þetta er
Erindi frá Þórkolli EHF. Í erindinu óskaði eftir byggingarleyfi fyrir breytingum á Austurvegi 24. Breytingarnar fela í sér að bílskúr innréttaður og útliti breytt. Erindinu fylgja teikningar unnar af Tækniþjónustu SA. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að byggingaáformið verði samþykkt með fyrirvara grenndarkynningu eiganda Austurvegar 22 og Mannagötu 29. Skipulagsnefnd bendir á að ekki heimilt að skrá bílskúr sem séreign. Orðið laust. Einn fyrirspurn inn í sæti. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Teikningar sem fylgir með þessu, það ekki rangar? Spurningu beint til sviðsstjóra. Já, nei, það er 1,5 í rauninni. Þetta er klöpp og 1,5 í rauninni. Þannig að helmingurinn að neðri henni er bara klöpp og náttúrulega tvær hliðar eru náttúrulega þá eins og þessi 2 hæð en ein hliðin er eins og þessi 1 hæð. Jón kannski setur upp teikninguna á hann. Já, þetta er ekki, það verður ekki skráð í brút, allavega ekki með þessari bókun eða þessu samþykki. Það hefur bara verið svona lína sem að skipulagsnefnd hefur verið að taka að það er að heimila svona breytingar og í rauninni er ekkert annað að vera að gera heldur en að innrétta skúrinn og smá breytingar á utan. Það er þess að það er kannski ekki í rauninni meira þess að nýja reglingin gerir ráð fyrir því að þú mátt gera nokkuð mikið inni á þess að sækja leyfi fyrir því. En þessu sagði að þetta verður ekki skráður í góð hlut. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er bara gott og blessað og þetta er svona þróunin í sveitarfélaginu. Það er verið að þétta byggð og úthýsa bílónum og ég græt það svo sem ekkert og bílarnir verið látið standa úti. En ég velti fyrir mér með hvort við þurfum ekki að hnykkja á þessum leyfisveitingum og því ég tók að ganni myndina því þetta er á leiðinni hérna heiman frá mér. Þá er þetta hús akkurat á leiðinni og ég tók mynda þess að ganni og þessar breytingar eru bara langt komnar. Þannig að þurfum við ekki að ítreka svolítið að menn sækju fyrstu leyfi og byrja að sjóa. Ég ef ekki veit meira heimilt sko. Þannig að ekki það ég sé á móti þessu, en það verður bara eitt að ganga yfir alla. Við erum endalaust að fá kvartanir yfir því að sumum sé leyft og öðrum ekki, þannig að mönnum sé verið að mismuna mönnum. Þannig að þurfum við ekki að gera okkur í brók með það að við fylgjumst á með því að það sé ekki verið að byrja einhverjar framkvæmdir og sækja svona leyfi. Ég veit ekki ef við myndum ekki samþykkja þetta, hvort við treystum okkur þá til þess að láta menn breyta þess aftur í gamla formið. Þannig að ég bara ítrekka ekki það ég sé á móti þessu og kem til með að samþykkja þetta, en við verðum náttúrulega bara að láta eitt ganga yfir alla. Takk fyrir það, Páll. Mjög góð ábending og það held ég að sé rétt sagt að það hefur nú oft verið byrjað á framkvæmdum og svo hafa leyfismálin verið svona einhvers staðar í farvatninu og leiðinni og menn mega ekki verið að bíða, en eins og ég segi, ég tek undir orð hjá Páli. Hvað er hægt að gera? Það er hægt að hvetja fólk til þess að sækja áður en það byrjar og hér með er það gert. Að sækja leyfin áður en það byrjar, því að ekki ef að þetta er innan skynsemismarka þá fá menn leyfi. Það tekur smá tíma. Orðið er laust. Ármann Halldórsson, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, forseti. Kannski að benda á það að heimildirnar í reglugerðinni, byggingarreglugerðinni fyrir svona heimilum. Ég á mjög erfitt með að mæta inn á heimilin, en ef ég fæ tilkynningar framkvæmdir sem er ekki leyfi fyrir og við erum náttúrulega
Stjórnsýslan mjög opin hérna, það allar fundagerðir á netinu og mjög auðvelt að leita í þeim. Þannig ég hvet bara fólk til að láta mig vita ef svona á sér stað. En það var í eldri reglugerðinni, þá stóð byggingafulltrúi skal stöðvaframkvæmdir, en í dag segir byggingafulltrúi getur, þannig að það í rauninni þannig sé hans valdi, en við höfum nú yfirleitt bara hlustað á svona ábendingar og fylgt þeim eftir. Takk. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið laust. Þeir sem samþykkja tillögu skipulagsnefndar að byggingaáformum verði samþykkt, þar segja með grenndarkynningu eiganda Austurvegur 22 og Mánagötu 29 og einnig búið að bóka í málið að ekki þetta heimilt að skrá bílskúr sem séreign. Þeir sem eru sammála þessum áformum gjöra svolítið rétt upp hönd. Það samhljóða. Það þá mál númer 4. Miðgarður 2, umsókn byggingaleyfi. Erindi frá NIS Development lagt fram. Í erindinu óskað eftir byggingaleyfi fyrir breytingum á Miðgarði 2. Breytingarnar fela í sér stækkun á veitingastað, ásamt nýjum svölum og breytingum utanhús. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að byggingaáformi verði samþykkt og minnir á mikilvægi þess að aðgengi frá bílastæði að húsi sé innan lóðar. Orðið laust. Man kannski benda á að í deiliskipulaginu þá húsi sjálft vitlaust staðsett innan byggingarréttarins. Það náttúrulega bara til upplýsinga, það byggingarrétturinn sem ræður. Og þannig að ef maður ber saman teikningarnar og byggingarrétti, þá virkar eins og að sé verið að byggja út fyrir byggingarrétt og þar með inn á hafnarsvæðið, en svo ekki. Ég búinn að láta mæla út bæði lóðina og mannvirkið og það á alveg að stemma bara. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Já, þetta svona orkar nú kannski svolítið tímælis. Við erum þarna endurnýja stálþil og styrkja hafnarsvæðið akkurat þarna fyrir framann og búist kannski við auknum umsviðum þarna við höfnina akkurat á þessum stað. Þetta hefur verið svona vandræða staðsetning fyrir báta vegna grynnsla. Það svo grunnt þarna fyrir framann en það nú verið að bæta úr því og verið að dýpka. Þannig að umsvifin eiga væntanlega eftir að aukast þarna. Nú, eins og menn sjá þá var þetta samþykkt í hafnarstjórn en ítrekka þar að þetta væri nálægt hafnarsvæðinu og svona ítrekkað að bílastæði yrði gert ráð fyrir nægum bílastæðum innan lóðar. Og það nú kannski mergurinn málsins að það þessi bílastæðamál. Í rauninni lítið nú þannig á það að það þarna veitingastaður sem heitir Bryggju og kaffi og í rauninni verið að leyfa stækkun á þeirri starfsemi sem mun náttúrulega þýða aukin umsvif og aukna trafík vonandi. En við höfum nú verið að vinna markvisst að því, bæði hafnarstjórn og bæjarstjórn hérna undanfarin ára að samþætta ferðaþjónustu og svo starfsemina þarna niður við höfn. Þannig að þetta á að geta farið saman. En það eru þessi bílastæði sem kannski maður hefur aðeins áhyggjur af. Það má benda þarna á að samkvæmt þessum teikningum þá gert ráð fyrir svölum þarna upp á efstu hæðinni sem verða opin almenningi og það vel og kannski hægt að svona beina ferðamönnum þanga frekar ef eitthvað, þannig að þeir sé ekki að þvælast bryggjuna og með
tilheyrandi slysahættu. Nú, við skulum gera okkur grein fyrir því að við getum aukin rútutrafík. Þetta gert ráð fyrir væntanlega að það geti tekið á móti stærri hópum, 60 manna rútum eða hvað þær eru nú orðnar stórar. Þannig að, en við höfum nú annars staðar á hafnarsvæðinu höfum verið að teikna upp rútustæði til að svona stýra fólkinu, því það hefur verið mikil ásókn í að fara með ferðamenn og leyfa að labba þarna um bryggjurnar. Þannig að við höfum svona verið að, það er svona fordæmi fyrir því. En við kannski langar að spyrja Ármann að því, samkvæmt þessum yfirlitið þarna, yfirlitstekningu, þá er gert ráð fyrir bílastæðum þarna vestan við húsið og svo á milli húsa. En þar sem þetta eru svona þar sem þetta eru sem sagt, það er ekki einn aðili að allri byggingunni. Þá langar mér að spyrja, samkvæmt þessari tekníku, þá gera þeir ráð fyrir bílastæðum þarna á milli húsana. Er það eitthvað klárt í eignaskiptasamningum eða að það séu þeirra bílastæði, eða það lendi ekki kom ekki upp einhverjir árekstrar við annan eiganda húsins, þarna neðri hæðinni, að það séu alveg hreina línur og að þeir veri ekki allt í einu bílastæðalausir, hvort að sé þá í rauninni eitthvað samkomulag það að þeir bílastæði sem er á teikningunni, að það sé þá gert ráð fyrir, eða semst að það sé þeirra eign þá. Þannig að ég nefnilega einhver staðar heyrði ég að það væri hinn eigandinn sem ætti þessa lóð þarna, að hvort að sé einhvað búið að skipta þessa lóð eða eitthvað samkomulag á það. Eigum við nokkuð hættu á að það verði einhverjir árekstrar þar? Takk fyrir það, Ármann, kannski svara þessari spurningu og næstur er Guðmundur Mældarsson. Lög félagsmannahús gera ráð fyrir því að í verslunum þjónustu að þá geti menn samið sín á milli. Og ég get nú ekki annað sagt en að það sé þá bara á ábyrgð þeirra að tala saman. En það er til eignaskiptasamningur þar sem er búið að skipta lóðinni og ég gerir bara fastlega ráð fyrir því að þetta sé réttur hlutur. En við getum nú flett honum upp mjög snöggt, sko. En viljið það? Ég bara gert það í tölni, kannan. Takk fyrir það, Ármann. Spurningin var, er búið að gera samning á milli þessara tveggja aðila, og ég held að það sé aukaatriði. Þeir sem þekkja þarna til í dag, að þá hefur Möskvi verið að nota austurendan og hinn eigandinn norður við, og svo aftur kaffibryggjan er við vesturlið. Ég get ekki séð hvað áhrifið ef þú breyta rekstri hússins sjálfs ef að lóðin sem eru til bílastæði séu fyrir tvö fyrirtæki. Nú ef að verður ágreiningur þar þá fara þið bara í að skipta því, en ég sé ekki að það er að trufla ákvörðun okkar að veita leyfi fyrir stækkun á veitingastað. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi umsókn er pínu spennandi, ég viðurkenni það. Og akkúrat á þessari staðsetningu, þar sem að iðandi mannlífi er fyrir framann og hafsækjastarfsemi á að vera. Það truflar mig svo pínu lítið að við erum að endurnýja þennan kaja fyrir fleiri 100 milljónir. Og þarna verði þá löndun fyrir báta. Og það er klárt að það verður svo í framtíðinni kvarta við því hávaða á veseni og slori og lykt út af löndun báta. En það er alveg kristaltært í mínum huga að þetta er númer 1 hafsækinn staður og annað víkur fyrir því. Ég get tekið undir og samþykkt þessa heimild fyrir mitt leyti að því gefnu að hafsækjastarfsemi gengur fyrir á þessum stað. Og eins og er tekið undir með Hjálmari að lóðamál
kom okkur raunverulega ekki við. Bílastæði eiga að vera innan lóðar, punktur, ekki á bryggjunni. Og hvernig þeir ætla svo að leysa sín bílastæðamál, það verður þeirra verkefni en ekki okkar. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Ég var búinn að setja sjálf mig á mælendaskrá og Marta, þú ert þá næst. Aðeins til að svona fara yfir þetta. Við tökum heilshugar undir það að við erum í dýrum framkvæmdum þarna og bryggjan er til löndunar og afgreiðslu á vörum, jafnvel ferðamönnum og öðru. Þetta hefur svolítið breyst í gegnum tíðina. Þetta fyrirtæki var náttúrulega í netagerð, en frá því að þeir aðilar sem voru með þetta hús í þessu rekstri, þá hefur þeirra rekstra umhverfi breyst ansi mikið. Alveg frá því að uppsjávarskip hættu að gera út frá Grindavík, svo fór bræðslan og koll að kolli. Allt er breytingum háð. Þessir aðilar hafa gert stórleik í ferðamennsku og þetta litla fyrirtæki þarna er nú eitt af vinsælasta á Suðurnesjum, samkvæmt TripAdvisor, og eiginlega betri landkynningu held ég að Grindvíkingar geti ekki fengið með þessu litla kaffihúsi. Ef þau ætlum að margfalda það og stækka það, þá fagna ég því ef það heldur reist. En ég held að öllu liggi ljóst fyrir að bryggjan sjálf, hún er til löndunar og til afgreiðslu og það gengur fyrir. Hins vegar getur þetta vel farið saman, þarna komið ferðamenn, lendi við hvort sem þeir hleypa þeim út á bryggjunni sjálfri og leggja svo rútanum austan við. Ég held að þetta sé allt saman bara samkomulagsatriði. Starfsemin í húsinu gerir væntanlega ráð fyrir svolítið fleiri starfsmönnum og okkur því ber að fagna. Það fjölgar starfsmönnum í þessu húsi, komið fleiri þarna í vinnu. Ég er mjög bjartsýnn, mér líst mjög vel á þetta og fagna svona framúrstefnulegum hugmyndum. Þannig ég mun samþykkja þetta. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir það að mér bara finnst það virkilega spennandi umsókn og þetta eru spennandi fyriráætlanir sem þeir hafa þarna, NIS-menn. Ég skil vel áhyggjurnar. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst þetta iðnaðarsvæði á höfninni. En ég held að mönnum sé það alveg ljóst og með þessari hönnun á byggingunni, með svölunum sem kemur, þá er það verið að koma móts við það að ferðamenn séu á þægilegum stað til þess að fylgjast með lífinu á höfninni án þess að vera þvæglast fyrir. En eins og ég segi, skil alveg áhyggjurnar, en ég held að við séum alveg búin að fara vel við þetta bæði hafnarstjórn og skipulagsnefnd, frekar en bæjarráði. Já, og hvet ég bara bæjarstjórn til að ítreka það í bókun sinni, en hafnarstjórn benti á það að húsið sé staðsett á atvinnusvæði hafnarinn og því fylgir talsverð umsvif fyrir framan húsið. Einnig þarf að hafa í huga að bílastæði við húsið verði innan lóðar. Og skipulagsnefnd bókaði líka um mikilvægi þess að aðgengi frá bílastæði að húsinu sé innan lóðar. Þannig að það er nú mikið búið að fjalla um þetta bæði skipulagsnefnd og hafnarstjórn og bara að gera fyrir bæjarstjórn að ítreka þetta þannig að það komi skýrt fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Orðið er laust. Ég spyrja bara eina spurningu um sæti. Gjörðu svo vel, Jónur Rut. Það er fyrirspurn um sæti. Veistu hvað er alltaf það er nefnilega jarðfræðin stóra rými þar, talað til útlöð, veistu fyrir hvaða útlöð það er? Það er þeir eiga það ekki. Það hinn eiga. Það er 1-0-1, 0-1-0-2. Þetta eru 3 nafnslundar, 0-1-0-1, 0-2-0-1 og 0-1-0-2. Og svo segir í einskiptissamningnum, þá segir engar tvær á lóðina hálfu Grindavíkurbæ. Það er enda búið að gera deilskipulagssvæði eftir að þetta er gert, þannig að það eru einhverjar bæir. Ef til dæmis aðgengi fyrir framhúsið. Á lóðinu eru 2 afmörkuð sér afnotasvæði
sér afnotaréttur eignarinnar 0102 á lóð frá norðurlið hússins að norðurmörkum annars vegar og frá fluglínu Austugafls að vestumörkum hins vegar. Sér afnotaflutur 0201 á lóð er allt svæðið austan við húsið og með suðurhlið þess að útbyggingu. Á þessu? Já. Og föðurauðinni 0101 með aðkomu annarra eigenda að heita og kalla þetta í. Svo fyrir við upp hérna áskiptina hver á hvað. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Það breytir bara engu máli. Það skiptir bara engu máli. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tók vel í þetta og samþykkti þetta í bæjarstjórn, þannig ég ekki á móti málinu. Það sem ég vill bara gera, við tryggjum okkur hérna bara fyrir einhverju rugli. Samkvæmt þinglýstum tekníkum og sko þá lóðin ekki svona skipt. Ef að það mætti halda þetta síðan lóðin þeirra sem teiknuð hérna. Og þeir teikna þetta úr bílastæðin og við getum talið þessi bílastæði. En ef ég skilda rétt, þá þeir með teiknuð bílastæði inn á lóðinni hjá hinum eigandanum. Þannig að ef ég skilda rétt, þá eiga þeir, þá á sem sagt bryggjan hérna við þarna austurendan og suðurhliðina og vestur en hinn hérna norðurhliðina, ef ég skil þetta rétt. Þannig að ég hefði viljað að við hefðum þá einhverja bókunum að tryggja okkur fyrir því að það sé þá þetta sé þá alveg á hreinu, að það sé þá einhver samningur eða eitthvað fyrir því að mér finnst það bara eiginlega ekki boðlegt ef þið leggja þetta plagg fyrir okkur svona og búin að teikna inn bílastæði á annar manna lóð. Ég verð bara að segja það, ef að menn geta kannski, það var ágætt ef að geta einhver staðfest það að þetta sé lóðin sem þeir eru láta fylgja og svo við getum þá sé að það einhver bílastæði þarna. Ég tek alveg undir það, við erum að endurnýja kajan þarna. Við erum að endurnýja stálþil þarna fyrir hérna fleiri 100 milljónir. Og þar koma aukinu umsvif. En það líka það sem þessir aðilar að sækjast eftir. Það að leyfa ferðamönnunum að upplifa þessi auknu umsvif. Þannig að þetta á alveg saman. Ég ekkert á móti málinu. En við getum ekki bara samþykkt miðað við þetta þá á hinn eigandinn enga lóð. Hvernig á hann að komast að þessu húsi? Kannski þetta bara sameiginleg lóð ef að það væri, en ég held að sé bara ekki þannig. Ég held að sé bara búið að þinglýsa skiptingu á lóðinni. Þannig að það bara það sem ég bent á. Kannski að við getum bara fengið svör við því. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Ef ég skildi það rétt sem þið voru að telja upp áðan og ég tel bara mjög eðlilegt þegar að húsið í eigu tveggja aðila. Ég var ekkert áætla bílastæði norðan við húsið væri í eigu þessa eða hins. Eitthvað samkomulag hlýtur að liggja fyrir á milli þess aðila. Húsið var einu sinni í eigu eins aðila, þá var þetta lóðin sem fylgdi þeim. Nú komin annar aðili sem búið að benda á sem á neðri hæð
hann hlýtur að hafa aðgang og ef að ég man rétt og miðað við þessi voruð að lesa til að fá sína bæjarfulltrúum, þá línan sirka þessi, en ég er ekki að fullyrða það. Þetta hérna, sem ég teknaði núna með fingrinum, það fylgir neðri hæðinni, austurhlutinn og bílastæðin hér fylgir hinnu. Hvort að þetta samkomulagsatriði eða einhvers staðar skráð skal ég ekki segja, en ég hef allavega séð þetta svona miðað við funksjón á þessu svæði. En orðið laust, Marta, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Líkt að ég fór yfir áðan þá greinilegt að öllum hugleikið að aðgengi sé gott að þessu húsi þar sem þetta á athafnamiklu svæði. Þannig er vissulega búið að teikna inn bílastæði á lóðina þeirra og annar mann lóð, þannig að sko að mínu leyti þetta mér alveg eðlilegt að við myndum samþykkja ef vilja er til, samþykkja með fyrirvara undirrita samkomulag bílastæði innan lóðar eða bara undirrita samkomulag bílastæði og aðgengi, eitthvað slíkt. Hvernig hljómar það? Takk fyrir það, Marta. Orðið laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Teikningin eins og hún sýnt hérna, ef ekki liggur fyrir samkomulag aðgang á lóðinni röng. Ég tek undir það. En breytir það einhverju í leyfisveitingu bæjarstjórnar? Við erum að heimila breytingu á húsnæðinu. Eigum við að hafa ágjörð því hvar viðkomandi viðskiptavinir eiga að leggja bílunum? Það verður bannað að leggja á bryggjunni. Erum við þá hræddir að það verði lagt alla bryggju? Hver er rökin fyrir því að ættum að láta bíða? Það er gott að fá hana fram. Takk. Takk fyrir það, Guðmundur. Orðið laust. Ármann, gjörðu svo vel. Sælastur, í eignaskiptasamningunum segir matsluta Stakkavíkur að lóðamerki ná frá norður yfir vestur hliðina og svo austur fyrir framan húsið. Það myndi þá vera hérna. Mannvirki sem þau eru að fara að reisa og það breytingar á því eru innan þessu svæðis. Ég get bara ekki svaraði hvort þetta bílastæði sé sett hana til skýringar eða hvort Stakkavík á þetta svæði. En eins og ég sagði hann, þá mega þau semja sín á milli. Það er ekki heimild fyrir því í fjöleignahúsum, en á út af því að verslunarþjónusta þá er heimild fyrir því. Ármann, þegar þú ert hérna einn spurningu sal, það sem þú telur að fylgi þér bryggjunni og efri hæðinni, viltu vísa mér aftur á með fingur? Það stendur í samningnum. Norður hlið, norðurhliðin, vestur eftir í fluglínu austur. Nei, þetta er ekki vestur eftir. Nei, veitu? Það er austur eftir. Þannig að ég ætla bara að fá að lesa textan á þetta. Já, takk. Sér afnotaréttur eignarinnar 0102 Stakkavík á lóð er frá norðurhlið hússins að norður lóðamörk annars vegar og frá flúttilínu austurgafls og að vestur lóðamörkum. Og það er vinklina. Þetta er bara nákvæmlega sem ég sagði áðan. Svona og svona. Ef ég skil þennan texta rétt. Og þannig hefur þetta verið í notkun þegar séðhverjir eru að fara í þjónustubílinn. Þannig hefur aldrei dulst mér að þeir eigi algjörlega austurenda. Þeir koma mörgur út og það getur þeir rétt að verða með tímum. Þetta er Ármann aðeins að... Já, allt er á með hann. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég er ekkert að leggja til að við frestum þessu máli. Ég er að leggja til að við gerum eins og Hafnarstjórn gerði að hnykkja á því að bílastæðin séu innan lóðar. Þar fyrir utan, eins og forseti bæjarstjórnar bendir á, þá eru þeir að leggja borð fyrir okkur hérna teikningu. Þar sem þeir eru búin að teikna, hvað er þetta mörg bílastæða? Inn á annarra manna lóð. Mér finnst þeir ekki byrja vel. Ef þetta er reyndin að það komi hérna teikning og útskýra fyrir okkur og það sem er bara búið að teikna bílastæðin á annar mann lóð. Þannig að ég legg bara til að við hnykkjum á því í bókun að með bílastæði að þau séu innan lóðar. Eins og ég sagði áðan, þá er hérna rútustæði sko aðgengi, það er talsverð önnur hérna, lóðin er öll. Þetta er Stakkavík hérna og Eyri átti hérna á hérna 2 matsluta. Þannig að það sem sagt þetta svæði, það er hérna hluti Stakkavík. Og svo er neðst mynd af þessar skiptingu. Hún er mjög óskýr. Það var að skanna eintak og sýsluna ekki að taka það til sína. Við erum aðeins skýrari skjöl. En þetta er akkurat eins og forseti bæjarstjórnar var að benda á. Þannig að mér finnst það bara dónaskapur að leggja borð fyrir okkur teikningar af bílastæðum hérna inn á annarra manna lóð á þess að sýna þá eitthvað samkomulag við þann eiganda. Af því það er akkurat það sem við höfum áhyggjur af að fyrir framan þetta nýja stálþil þar sem kemur bátur til Löndunar, þar eru bara fullt af bílum. En það er alveg hægt að samþætta þetta allt saman, en við þurfum bara að vanda okkur við það, svo að verði ekki árekstrar. Þannig að hérna, við skulum bara, ég legg bara til að við hérna, samþykjum þetta með þá bókun það, að geta einhverju vel málifandi menn samið þessa bókun. Þetta er nú, við getum skoðað bókun Hafnarstjórnar og gert hann á okkar eða hvernig sem við gerum það. Ég er ekki að leggja til að við frestum þessu og mér líst bara vel á þetta. Við höfum markvisst, eins og ég sagði á hann, verið að samþætta ferðaþjónustu og hafnarstarfsemina. Þannig að hérna, það er eina sem ég bara bið um. Takk fyrir það, Páll Jóhann. Sjálfur er ég á mælendaskrá. Það liggur alveg ljóst fyrir. Ég held að þessi tekník hafi nú ekki verið lögð fram til þess að villum fyrir mönnum. Þetta er bara heildar flöturinn í kringum húsið. Við vitum alveg að það er eignaskipting á húsinu. Það sem Grindavíkurbæ ber að gera, það er að verja höfnina og það athafnasvæði. Við ætlum að standa vörð um það. Og við höfum gert það. Það er með þess að í tillögu frá skipulagsnefnd að byggingaáformið verði samþykkt og minnir á mikilvægi þess að aðgengi frá bílastæðu húsi sé innan lóðar. Það er að segja, það fari ekki að teikna bílastæði á bryggjunni sem er umráðareitu Grindavíkurbæjar, hafnarinnar og hafnsækinnar starfsemi. Að mínum að ég skil þetta svona, en það má kannski taka fastar á því ef þau telja svo, en línan, hvort að þeir séu með einhver samning sín á milli. Það getur vel verið þarna komið allir á veitingahúsi með þyrlu í framtíðinni, þá þurfa það að ringi í rútustæði. Mér finnst við vera bara að teygja lopan. Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti ágæta bæjarfulltrúar. Þetta er ágætt hjá forseta bæjarstjórnar að segja svona, við bara ítrekum það að þeir komi ekki inn á okkar lóð, þar sem er höfnin og bærin á, en þó þeir skipuleggi bílastæði og tekni þau inn á annar manna lóð, það er allt í lagi. Þinglýstir í lóð, annar manna. Mér finnst það bara ekki allt í lagi. Mér finnst bara að við eigum hérna, og ég vil bara gera athugasemd við þetta. Það er verið að, hérna, við erum að hnykkja á bílastæðum, bæði skipulagsnefnd og aðgengi, bæði skipulagsnefnd og hafnarstjórn.
og svo bara lagt á borð fyrir okkur bílastæðin á annar mann lóð 11 bílastæði þannig að mér finnst þetta bara ekki vöndu vinnubrögð ég legg þetta jöfnu bara og tekna bílastæði inn á lóð Stakkavíkur eða á Hafnarsvæðinu það alveg eins mikil umsvið þarna fyrir framan húsið hinum megin þar sem hann að leigja út geymsluhúsnæði og ég veit ekki hvaða starfsemi þar þannig að mér finnst þetta nú bara fyrir neðan okkar virðingu að hafa þennan hugsun átt að þetta sé við tryggjum bara að þeir fara ekki inn á okkar lóð en okkur alveg sama þó þeir fara inn á annar manna lóð Takk fyrir það, Páll. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ef þú getur bæjarfulltrúar. Ef þú leyfir mér að koma með smá tilgátu þá held ég að það sé bara misskilningur í gangi hérna á milli manna. Við erum öll að ræða saman hlutin. Þar sem hafnarstjórn var að bókaði hjá sér var mikilvægi þess að bílastæði séu inn á lóðar. Og það þá þessi bílastæði hérna sem inn á lóðar. Bæjarráð bókaði, skipulagsnefnd bókaði svo mikilvægi aðgengis frá þessum bílastæðum að inngangi út af því að borið hefur á að fólk að leggja hér, þau svo utan fyrir og það að komast í það, þetta aðgengi hérna byrkt að inngangi, að þetta laga það. Það svo í lögum að lóðarhafar geti gert samkomulag sín á milli samnýtingu bílastæða og mér finnst þessi teikning vísa í að það sé komið það samkomulag en ég alveg sammála að auðvitað viljum við fá staðfestingu á því. Þannig að ég myndi vilja að við bara ítrekka bókun skipulagsnefndar og hafnarstjórnar ásamt því að óska eftir staðfestingu á samkomulagi lóðarhafa beggja afnota bílastæðum. Erum við þá ekki að leysa öll þessi mál sem við höfum verið að ræða? Takk fyrir. Takk fyrir það, Marta. Það þetta búið að prenta hérna upp tillögu. Hún hérna á skjánum. Við þurfum kannski ekkert að hártogast svona mikið þetta mál en tillagan hljóða svo. Má sjá, hvar erum við? Já, bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulagsnefndar en með þeim fyrirvara að gerð sé betur grein fyrir staðsetningu bílastæða innan lóðar. Innan lóðar, innan eignar. Ásamt samkomulagi beggja lóðareigenda. Innan lóðar ásamt samkomulagi nýtingu bílastæða beggja lóðahafa. Geta menn fallist á þetta? En eins og áður hefur komið fram til að skipulagsnefndar að byggingaáformi verði samþykkt og minnir á mikilvægi þess að aðgengi frá bílastæði að húsi sé innan lóðar. Þeir sem eru sammála þessu ásamt þessari bókun, gjörðu svo rétt upp hönd. Það samhljóða. 5. mál og svo gerum við ráð fyrir að gera fundarhlé. En 5. mál, það Hafnargata 6, umsókn byggingarleyfi. Erindi frá Bergbúum lagt fram. Í erindinu óskað eftir breytingum á byggingarleyfi fyrir auknu gistirými ásamt breytingu á innra skipulagi. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að byggingaáformið verði samþykkt með fyrirvara jákvæðar umsagnir HES vinnueftirlits og slökkviliðs. Byggingarleyfi gefið út þegar fullnægjandi gögn berast. Orðið laust. Þeir sem eru sammála skipulagsnefndinni að þessum kvöðum uppfylltum, þar að segja jákvæðar umsagnir HES vinnueftirlits slökkviliðs, að þá verði gefið út byggingarleyfi gefið út þegar þessi gögn hafa borist.
Þeir sem er sammála þessu, gjör svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Nú gerum við stutt hlé á fundinum.
Nú, jæja, við höldum það áfram eftir stutt fundalí og við erum í máli númer 6 og liðurinn er skólahúsnæði, hönnun og framkvæmdir. Klárlega undir þessum liði liggur fyrir kauptilboð í fasteigna Gerðavellar 17. Tilboðið var gert með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar og varðandi þetta þá er orðið laust, einhver sem vil. Nú, þá bara tökum við þetta á Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Liggur kauptilboð fyrir við að kaupa húsnæði við hliðina á bakarínu eða í sama húsi. Í mínum huga er þetta ekki spurning að við eigum að klára staðfesta þennan samning og það er búið að reyna auglýsa eftir starfsfólki til þess að reka þarna daggæslu. Það hefur ekki náðst eins og til stóð en í mínum huga treysti ég því að það takist til þess að opna daggæslu að við náum að ráða starfsfólk og þess vegna vil ég að við klárum kaupin og staðfestu samningin. Takk fyrir. Já, takk fyrir það Guðmundur. Orðið er laust. Marta, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fulltrúar. Já, það er alveg ljóst eins og við höfum margoft talað áður að eftirspurning er mikil eftir dagforeldrum. Við höfum reynt að fara margar leiðir, auki stuðningin alveg gríðarlega við dagforeldra, sérstaklega þá sem tilbúnir að starfa í heimahúsum. Núna síðast auglýstum við eftir starfsfólki í þetta, eða dagforeldrum í þetta húsnæði sem að stendur til að kaupa eða jafnvel hafna kauptilboði. Og það má alveg segja að það hafi verið vonbrigði hversu fáir sækja og þetta er með gríðarlegri óvissu sem við tökum ákvörðun um þetta mál. Og hef ég miklar áhyggjur að það verði áfram erfitt. En það svo er það spurningin að þorum maður að taka sénsinn. Og ég skal alveg viðurkenna, ég var svolítið erfitt með þetta sko. Það er dýrt að kaupa og reka húsnæði, það er dýrt fyrir sveitarfélög að eiga fasteignir sem nýtast illa. Þannig að ég hallast að því að samþykkja og nota sem síðustu von til að geta leyst þennan vanda en ég er ennþá beggja vegna. Takk fyrir það Marta. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir með Guðmundi. Ég held að við ættum að nýta tækifærið og kaupa þessa fasteign. Ástæðan er sú að ég held að við munum hafa not fyrir hana. Hún er þess eðlis að við getum þá skipt henni upp og nýtt rýmin. Það er gott aðgengi að þessu húsi og það eru margar hurðir. Ég hef líka hugsað því að við erum með dagforeldraþjónustuna niður við Ásabraut og grunnskólinn hefur talað það að það sé farið að þrengja að, þannig að ég getur trúað því að báða þær útistofur muni fara í notkun fyrir grunnskólan. Þar eru eldri borgara líka með aðstöðu og það er þá fyrir séð að þeir þurfa að leita annað og í fljótu bragði að þá kannski höfum við ekki það húsnæði á lausu en það myndi mögulega geta nýst eitthvað þarna. Nú er ég bara að segja að við munum geta nýtt þetta húsnæði. Ég held að við gætum að okkur í handabökinu ef við missum þessa fasteign því að ég tel að við getum þá sett húsið aftur á sölu og selta. Þannig að ég mun styðja það að við kaupum þetta hús og vona sannarlega eins og Marta var að benda á að það komi áhugasamir dagforeldrar fram sem að geta sinnt þessu því að við höfum öll heyrt að þetta sé frekar aðkallandi vandi. Við höfum fengið í hendurnar undirskriftalista frá áhyggjufullum foreldrum. Það er ekki þægilegt að vera í þeirri stöðu að mögulega ekki geta snúið aftur til vinnu
og það er líka akkur í því fyrir sveitafélagið að foreldrarnir fara aftur út á vinnumarkaðinn og þá sé eitthvað í boði fyrir þessa foreldra og þessi börn. Auðvitað vonar maður síðan með tíð og tíma ef að þetta er áhugin á því að vera dagforeldri, það er að segja ekki mikill, að fæðingarorlof verði 12 mánuðir og síðan getum við bara að fara að taka inn börn á leikskólan eftir það. En að þessu sögðu þá ætla ég að styðja það að við kaupum þessa fasteign. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Ásrún Gjörsvöll. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Fyrir líka mál og málið er í raun þríþætt og mér langar svolítið bara að koma inn á alla þessa 3 þætti. Það sem sagt málið það lítur að sem sagt leikskóla, daggæslu og stækkun á hópskóla. Varðandi leikskóla þá er ég svona öllu jafna hrifin af framtíðarlausnum og fyrir einhverju síðan þá hefði ég allan tíman sagt sem sagt að byggja nýjan leikskóla. En eftir samtal við leikskólastjóra bæjarins þá hafa þeir áhyggjur af mönnunar vandræðum. Það er ef nýr leikskóli rís þá mun það vera líklegt að vandræði verði með mönnun eftir vill á þessum 3 stöðum. Króki, Laut og nýju leikskóla. Í dag hallast ég því meira að því að stíga smarri skref og byggja 2 deildir, til dæmis við Krók. Starfshópurinn lagði það nú einmitt til í skýrslu sinni árið 2016 og hér eru við 2018 og ennþá að velta þessu fyrir okkur. Þegar við skoðum tölur fjölda barna í árgangi 2016, 17 og 18 þá styðja þær tölur þá ákvörðun sem og mun lægri rekstrarkostnaðir. Nú ef við komum ef ég kem að daggæslumálunum þá náttúrulega erum við búin að eyða mikilli vinnu og taka margsinnis umræðu daggæsluna og við stöndum núna frammi fyrir því að samþykkja kauptilboð og það eru vissilega vonbrigði að við skildum ekki að fengið inn þann fjölda fólks sem við vildum til þess að halda uppi þessari starfsemi sem við þurfum. En svo mér finnst svona í ljósi þess þá þurfum við bara að horfa fast til þess að við tökum inn 12 mánaða börn inn á leikskóla og eyðum þar með bara óvissu foreldra og líka okkar. En svo er það spurning finnst mér varðandi stækkun á hópskóla og mér langar kannski, við þurfum að velta því bara fyrir okkur, hvað erum við að fara að hanna? Er búið að þarfa að greina eitthvað? Hvað ætlum við að gera næst? Já, ég hlakka bara svolítið til og það hlýtur að vera að vinna, er það ekki rétt, herramenn, sem að mun liggja þá fyrir á næstunni, eða hvað? Einhvers konar drög. Skeiðmyndir kannski. Já. Og svona texti sem að væri hægt að sína, já. Fljótlega. Já. Allavega, sem bara næstu dögum. Já, þannig að mér finnst í rauninni, það er í rauninni ennþá bara töluverð óvissa með alla þessa 3 þætti. Þó svo við kaupum samþykkjum kauptilboð og kaupum á Gerðavöllunum, þá finnst mér, því miður, bara töluverð óvissa með það ennþá. Já, takk fyrir. Takk fyrir það, Ásrún. Og sjálfur ég á mælendaskrá. Það er rétt að bæði bæjarráð og við núna á undanförnum misserum höfum verið að hlaupa svolítið fram og tilbaka. Hvort við höfum að bæta við hér eða þar og reyna að bregðast við ákveðinni þörf. Höfum verið að reyna að vanda okkur við. Og í því ljósi hefur komið fram að
stækkum við Hópskóla, bæta við Krók og höfum verið að vinna að því verkefni í einhver tíma og ég held að það sé nú einhver vinna eftir í því ennþá. En hins vegar stendur náttúrulega núna til atkvæðagreiðslu, það er þetta húsnæði sem að við höfum gert bindandi tilboð í og með samþykki bæjarstjórn. Og ég ætla aðeins að það eru mikil vonbrigði að við höfum ekki fengið neina foreldra til að fara þarna inn því að það var okkar áætlun að gera þetta rými fyrir dagforeldra. Við ætlum að mæta þörfinni. En einhverju hluta vegna þá held ég svona ég mun samþykkja að kaupa þetta húsnæði og tek undir með orð hérna formann bæjarráðs að ef eitthvað gerist í skólanum að við þurfum að skila af okkur einhver stofum þar þá höfum við aðeins undir að hlaupa. Þetta er ekki það mikið fjárfesting miðað við mörg önnur plön og ég tel að það sé mjög gott að losa þetta ef eitthvað breytist en við erum náttúrulega hérna bara vormánuðum og stutt í bæjarstjórnarskiptið þannig að ég held að það sé ágætt að hafa opinn möguleika á þarna ef það verður einhverja breytingar núna næstunni. En orðið er laust. Nú ef það er ekki, þá ætla ég að taka til atkvæðagreiðslu að hverjir vilja staðfesta kaupið á Gerðavöllum 17. Þeir sem eru samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Varðandi málið, eins og segir hér á dagskránu, bæjarráð haft til skoðunar möguleikana á því að stækka Krók með 2 deildum, nýja leikskóla, stækkum Hópskóla. Ég held að við ættum að leyfa bæjarráði ásamt starfsmönnum að glíma við þetta. Vinna málið áfram og bæjarráð bara líkt og hefur verið þannig að því að þetta þú myndist á það ásund, er 3 mál þarna inni. En þannig ég held að það sé nú svona, væri farsælast að vinna það bara áfram. Og engin atkvæðagreiðsla það eru menn sammála því að halda áfram með hinn 2 málin að sviðsstjóri ásamt Nökkvamá þeir skoði nánari möguleika og komi frekar upplýsingar. Ármann, viltu fá orðið eða? Gjörðu svo vel munur. Já, við erum búin að skoða þessar möguleika núna í örugglega ár og við erum búin að vinna bæði kostnaðaráætlanir og svona minni þarfagreiningar, það var spurt áðan. En það þarf að klára þá vinnu. Ég vil kannski bara benda á það í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir hönnun, frumhönnun á stækkun við Hópskóla. Þannig að ég lít nú bara svo á að bara með fjárhagsáætluninni sér mér falið að halda áfram með þá vinnu í bæjarstjórn. Eins og ég sagði áðan þá er stækkun á Krók svona ný hugmynd og gömul en við þurfum kannski að hefja bara svona þarfagreininguna þar og reyna einhvern veginn að, eins og ég sagði áðan, vinna einhverja skemamyndir og svona allavega finnst mér og þetta nokkuð sem sammála mér, við kannski þurfum aðeins meira að bakka upp áður en að sú ákvörðun tekin. Við svo bara framkvæmum þar ákvörðun sem verða teknar. Og það eru spurningar og kannski bara býðið upp á það. Og það er yfir 90 milljónir í framkvæmdur og hönnun á skólahúsnæði þvert yfir lína. Daggæslu, leikskóla og stækkun og Hópskóla. Og eins og sjáðu endur på töflu þá skiptist það svona nokkuð jafnt í hönnun og framkvæmdir. Takk. Takk fyrir þetta, Ármann. Það er komin bókun á þetta og ég held að við bara höldum okkar vegferð, höldum bara áfram með þetta. En orðið er laust. Herðu þá, ef það er enginn sem hefur hvað sér hljóðs, þá förum við yfir í 7. mál, félagslega heimaþjónusta, breyting á reglum.
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn eftirfarandi breytingar á reglum félagslega heimaþjónustu. Inn kemur nýr þjónustuáætlun, það að segja heimsending matar. Enda þarf að koma inn nýr liður í gjaldskrá, það að segja gjald vegna heimsendingar matar að fjárhæð 200 kr. Ofan á matagjaldið. Þannig að heimsendur matur kostir 1200 kr. Á skammturinn. Orðið er laust. Nú þeir sem eru sammála bæjarráði samþykkja breytinguna, gjöru svo rétt upp hönd. Það er samhljóða. Það er samkvæmt gjalds. Herðu, hér er 8. mál. Umsókn fjölgun hjúkrunarrýma. Erindið er það, bæjarráð Reykjanesbæjar vill að kannað verði vilji annarra sveitarfélaga á Suðurnesjum til að vera með í umsókn til heilbrigðisráðuneytisins fjölgun hjúkrunarrýma. Orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Staðan á hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum er slæm. Það eru biðlistar, það er ágreiningur hversu stór sá biðlisti er, en ljóst er að fara þarf í að fjölga hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum. Staðan í Grindavík er þokkalega eins og er, þannig að það er ekkert sem knýr okkur til þess að fara í að sækja stækkun þar á. En síðan er spurning og það eru sveitarfélögin á Suðurnesjum sem ekki alveg ásátt hvar eigi að fjölga hjúkrunarrýmum. Hvort það verði á Nesjöllum eins og Reykjanesbær er að leggja til eða í öðrum sveitarfélögum. Ég legg nú til að við vísum þessu til umræðu ákvörðunar í stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, þar sem fulltrúar allra sveitarfélaganna koma að og þannig að öll sveitarfélagin getur sammælst einhvern stað til þess að fjölga hjúkrunarrýmum. Þannig að ég legg til að við vísum þessari ákvörðun þangað. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur, sjálfur er ég á mælendaskrá. Það er komið til að vísa þessu til SSS. Sá ég í gögnunum að það ætti að skila þessu inn fyrir, eða bæjarstjórn Reykjanesbæjar höfðu skilað þessu inn fyrir 1. maí. Er fundur, núna bara spurningin hérna, er fundur í vikunni? Guðmundur, þú situr í stjórn SSS. Það er aukafundur á mánudaginn. Það var ekki hugsun að taka þetta máli upp en það er ekkert mál að bæta því við. Já, er ekki rétt að... Ég get óskað til því að bæta þessu máli bara inn á næsta fund, aukafundur á mánudaginn. Aukafundur á mánudaginn. En fyrir orðið er laust. Já. Úr því að það er tímapressa á því eða óskað eftir fyrir 1. maí. Og það er fundur í SSS og tillagan liggur fyrir að vísa málum til SSS. Það skiptir virkilega máli hvað sveitarfélögin í kringum okkur segja og við styðjum alla vinnu okkar en við verðum að stíga þetta svolítið samstíga. En orðið er laust og Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að ég sé nú bara ekki sammála ykkur í þessu máli. Ef að það á sækjum fyrir 1. maí, ég er nú í öldungaráði Grindavíkur og ef við hafum lesið síðustu fundagerð frá öldungaráðinu sem á nú að fara yfir hérna á eftir, að þá er einmitt skorað á bæjarstjórn að fjölga hjúkrunarrýmum að vísu hér í Grindavík. Það vill nú þannig til að þetta er sameiginlegt. Þetta er sameiginlegur rekstur á þessu, bæði Grindavík og Reykjanesbæ. Þannig að ég er algjörlega á móti því að fresta þessu máli. Við skulum bara taka undir það. En við getum vísað því svo til sambandsins hvar þessi hjúkrunarrými hvar þau verði staðsett.
eftir því sem fjölgar í Reykjanesbæ að þá losnar hér í Grindavík. Það gefur auga leið meðan þetta sameiginlegt. Nú við höfum verið í umræðum, viðræðum við ríki og HSS að taka þennan rekstur yfir hér. Þannig að og samþætta það okkar rekstur í Víðihlíð. Við bara höldum áfram með það mál. En alls ekki að vera að reyna að fresta þess eitthvað. Þessi dagsetning 1. maí, hún slær mér svolítið, hvort að við föllum á einhverjum tíma, en hvort að við séum með í þessari beiðni, að því þetta nú sameiginlegt í dag, þá skil ég ekki það hvort að það skipti okkur eitthvað máli hvað hin sveitarfélögin gera. Erum við sammálaði að fjölga hjúkrunarrýmum hérna á svæðinu? Þetta sameiginlegt svæði, Grindavík og Reykjanesbær. Af hverju þurfum við að bíða eftir hvað hin sveitarfélögin segja? Erum við ekki sjálfstæð hérna? Þannig ég legg bara til að við verðum með í þessari umsókn og höldum áfram að vinna í okkar máli að við tökum þennan rekstur yfir hérna í Grindavík. Þakka fyrir það, Páll. Sjálfur er ég á mælendaskrá. Það verður náttúrulega leiðréttast. Það stendur í umsókninni að byggja hjúkrunarrými í Reykjanesbæ. Þannig að við getum ekki farið eftir og semja síðan við það hvar við ætlum að hafa það eins og þú sagðir áðan. Það gengur ekki upp. Textin er skýr, umsóknin er skýr, þess vegna vildum við ráðfæra okkur við hin sveitarfélögin. Það stendur ekki í textanum að fjölga hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum. Þannig að hitt er ekkert að mínu mati, en þannig skil ég beiðna. En Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er ætlun Reykjanesbæjar að senda inn umsóknina 1. maí. Það er engin umsóknarfrestur að renna út. Þeir eru að óska eftir að senda hana sem fyrst, ætlunin 1. maí, en ég hef hvergi séð auglýsingu að umsóknin verða að berast fyrir 1. maí. Þannig að dagsetningin er ekkert heilög. Ég veit líka eftir samtali við ráðamenn þjóðarinnar að uppbygging hjúkrunarrýma er ekki forgangur að gera það á Suðurnesjunum. Þó svo að óskir okkar þar allra bæjarfulltrúa og fleiri að flýta þeirri framkvæmd. Með því að samþykkja þetta þá erum við ekkert að tala hjúkrunarrými í Grindavík. Það er bara inngöngu í Reykjanesbæ. Það sem gerist óhjákvæmilega að sjálfsögðu eða verði byggð fleiri hjúkrunarrými annars staðar á Suðurnesjum heldur en í Grindavík, þá fjölgar plássunum hér í Grindavík sem að Grindvíkingar geta notað. Því hlutfall Grindvíkinga í Víðihlíð, ég þó ekki fullur það, mér skilst að sé kringum 50% ef að nær því. Þannig að það er fólk annars staðar af sem að notar þjónustuna hér og það er sjálfsög gott mál. En það hefur verið áþekkasteinn milli bæjarfélaganna á Suðurnesjunum hvar eigi að byggja næst og í þessu sambandi finnst mér eðlilegast að ráðferða sig við öll sveitarfélögin til þess að komast að sameiginlegri niðurstöðu til þess að umsókn sé sem sterkust. Þess vegna vil ég vísa þessu til sambandsins. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Kristín María, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir með Guðmundi. Mér finnst þetta mál vera þess eðlis að þegar verið er að biðja sveitarfélögunum að taka þátt í svona umsókn og þá finnst mér eðlilegt að það sé bara rætt við borð þar sem að allir fulltrúar sveitarfélagana eru
Við vitum svo sem hvernig umræðan hefur verið hjúkrunarrými á svæðinu. Þannig að ég mun styðja það að þetta fari til SSS, sérstaklega í ljósi þess að það er ekki eitthvað frestur að renna út eins og Guðmundur bent á. Og ég held að gæti bara verið mjög sterkt að taka þessa umræðu. Því að ef það á að fara að byggja upp á Suðurnesjunum, og það er náttúrulega margir þetta og það er ekki í forgangi eins og hann sagði að byggja upp á Suðurnesjunum heldur á höfuðborgarsvæðinu, að þá finnst mér þess þá heldur að við ættum að reyna að hafa þessu umsókn sem sterkasta og myndi því styðja það að þetta fari bara fyrir SSS þá á næsta fundi sem er núna í næstu viku, var það ekki? Allavega fljótlega. Takk. Takk fyrir það, Kristín María. Orðið er laust. Nú, Páll Jóhann, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er alltaf sama viðkvæmnin fyrir í þessum hrepparíg. Það er búið að vera að byggja upp á Nesvöllum. Menn geta deilt það hvort það á að byggja upp í Garðinum eða Grindavík eða hvar. Þannig að við erum með sameiginlega rekstur í dag. Það er hérna í Grindavík og það er í Reykjanesbæ. Það er 50% grindvíkingar hérna. Mér vitanlega er ekki margir grindvíkingar í Reykjanesbæ, á Nesvöllum, sem býð eftir að koma hingað. Þannig að það mun náttúrulega klárlega að létta á hvort sem þetta er byggt hér eða þar. Þannig að meðan við erum með þetta sameiginlegt þá tek ég bara undir það að við sækjum um fleiri rými. Ég lít svo á að þetta sé verið að sækjum hérna á Suðurnesjum. Það er orðað þarna hjá bæjarráðinu, þar er bókunin að byggja þetta á Nesvöllum. Þannig að ég heyri að það er meiri hluti fyrir því hérna að þetta sé tekið þarna á fundi hjá sambandinu. Og það er allt í lagi, ef menn vilja gera það. En ég mun ekki styðja það. Ég hefði viljað drífa bara umsókn í gang og geta vera að draga það mál. Eftir sem skilst á nú fundur, bara hvort hann er á mánudaginn, rétt fyrir 1. maí og mér skilst það að þetta sé ekki á dagskrá. Þannig að ég get ekki tekið þátt í því að fara að vísa þessu til sambandsins. Takk fyrir það, Páll. Orðið er laust. Nú, ef það er ekki fleiri sem afkvassir ljós, kann að verði vilji sveitarfélaga. Það hefur komið hérna tillaga fram að vísa erindi til SSS og ég ætla að bera þá tillögu upp. Þeir sem eru sammála því að vísa erindinu í umræðu hjá SSS, þeir sem eru sammála því, gjörðu svo rétt upp hönd. Það eru 6 atkvæði. Einhver á móti? Engin, Páll Jóhann situr hjá. Níunda mál. Endurnýjun heimasíðu. Óskum viðauka. Óskað er eftir viðauka fjárhagsárinu 2018 til að fjárhæð 810.000 krónur til að klára heimasíðu. Verkefni hefur dregist og áður veittar fjárheimildir hafa fallið niður. Með þessum viðauka fer kostnaður ekki yfir áður samþykkta áætlun sem var 2,5 milljón. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn samþykkja viðauka að fjárhæð 810.000 sem fjármagnað verði með lækkun handbæru fé. Orðið er laust.
Nú, þar sem enginn hefur hvað sér ljós, þeir sem eru sammála bæjaráði og veita 810.000 gjörsölu rétt upp bend samhljóða af handbæru fé. 10. mál. Varðan kosningar, sveitarstjórnarkosningar 2018. Til að bæjarstjórn samþykkir að fela bæjaráði að semja kjörskrá á grundvelli kjörskrárstofns frá Þjóðskrá Íslands. Jafnframt bæjarstjóra veitt fullnaðarheimild til að fjalla athugasemdir, gera nauðsynlegar leiðréttingar og úrskurðum ágreiningsmál sem kunna koma fram að kjördegi vegna sveitarstjórnarkosninga 27. maí næstkomandi. Í samræmi við 3. kafla laga kosninga til sveitarstjórnar númer 5 frá 1998. Þeir sem eru orðiðalaust Þeir sem eru samþykkir þessu að fela bæjaráði gjöra svolítið rétt upp hönd, það er samhljóða og bæjarstjóra fullnaðarheimild. Þá gerum við hlé á fundinum og hættum beinni útsendingu, en fyrir liggja hérna fundagerðir einar 17 og 18, en nú ljúkum við beinni útsendingu af fundinum.